Ég komið aftur sæl, afsakið þetta, sambandið slitnaði hérna hjá okkur og útsendingin sem sagt stoppaði, en við erum mætt aftur og Elínborg að segja okkur frá litríku og skemmtilegu grænmeti sem hún að rækta. Þannig að ég gef þér aftur orðið, Elínborg, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég byrja bara þar sem frá Norræna einhvern veginn. Ég var að tala að ég væri sérstaklega hrifin af litríku grænmeti og grænmeti sem þetta hefðbundna og mér finnst ákaflega gaman að prófa eitthvað nýtt og bara prófa mig áfram með hvað hægt að rækta og hvernig. Það kom aldrei neitt annað til greina hjá mér en að rækta lífrænt. Það í mínum huga bara rétta leiðin. Ég bara algjörlega að fylgja minni sannfæringu hvað það varðar. Að vinna í sátt við náttúruna. Í lífrænni ræktun áherslan lögð á að byggja upp frjósaman jarðveg. Það ekki verið að nota eitur og það ekki verið að nota tilbúin áburð. Í lífrænni ræktun líka lögð áhersla á hringrás næringarefna. Það yfirleitt ekki verið að líta á nein lífræn efni sem úrgang. Heldur verið að leita leiða til þess að koma næringarefnum á nýtanlegt form og aftur inn í hringrásarkerfið. Jarðgerð spila til dæmis stórt hlutverk þarna þar sem úrgangi með hjálp að vera breytt í moltu sem síðan verður áburður fyrir plöntur, nytjaplöntur jafnvel. Næringarefni verðmæt og við viljum ekki tapa þeim. Nú kannski verið að tala moltu í fyrirlestrum nýsköpun matvæla. En það jú af því að þessi hugsun líka á lífræn efni sengra hjá mér. Í tíðarafurð, ef við getum sagt svo. Við erum að tala útlitsgallað og vannýtt hráefni. Og svo alveg svona hreinar hliðarafurðir, eins og til dæmis blöðin sem snyrt utan af blómkál og spergilkálhausum áður en þeim pakkað og sent í verslanir. Mér fannst þessi hráefni ekki nógu vel nýtt. Auðvitað hægt að jarðgera þau til dæmis, en ég sá fram á því afurðir, nýjar söluvörur. Á þennan hátt þá tekst mér að auka verðmæti uppskerunar, ég nýti ræktunarlandið betur og ég nýti líka bara betur tímann og peningana sem fara í ræktunina. Það þarna að vinna og það aðföng og það bara til mikils að vinna að nota það til þess ítreista. Á sama tíma þá fær líka sköpunargleðin og hugmyndaflugið að njóta sín. Ég í rauninni að nota alls konar hráefni, ekki bara hliðarafurðirnar, heldur líka villtar plöntur og ber. Mér finnst sérstaklega gaman að reyna að finna notagildi fyrir plöntur sem oft flokkaðar sem illgresi og okkur finnst kannski bara hreinlega að vera fyrir. Það til dæmis túnfífillinn og svo hef ég líka aðeins verið að prófa að nota arfa. Fyrsta skrefið í svona ferli yfirleitt að gera tilraunir, eða ég allavega að gera það þannig. Gera tilraunir og bara sjá hvað virkar og hvað lút og hún þarf líka bara að hafa ákveðið geymslu þar. Innblásturinn kemur bara héðan og þaðan, til dæmis bara með því að lesa fullt af uppskriftum og nota jafnvel eitthvað úr þeim, blanda saman. Og svo líka áhugavert að skoða hvernig plöntur voru nýttar áður, fara kannski eldri uppskriftir, uppfæra þær, taka þekktar uppskriftir og skipta út einu hráefni, setja til dæmis arfa í pesto í staðinn fyrir basilíku. En það líka praktíkin. Það ekki alveg nóg að hafa bara góða hugmynd og þróa einhverja geggjaða uppskrift reglum og fari fram í vottaðri aðstöðu, alveg eins og komið fram inn á þarna áðan. Ég mæli með að sú vinna sé byrjuð frá upphafi, því þetta getur einmitt alveg verið dálítið kraðak.
Það þarf að skoða bara hvaða staðla þarf að uppfylla og hvaða leyfi þurfa að vera til staðar. Maður vill hafa þetta gott, maður vill bara hafa þetta eins pottþétt og mögulegt er, alveg frá byrjun. Þetta var vissulega meira vesen áður, það er ekki alls staðar en víða er í boði að leigja pláss í vottaðri aðstöðu, jafnvel niður í dagpartísenn. Ég hef sjálf verið að nýta mér aðstöðu Bíópól og Skagastund. Þar get ég leigt aðstöðu tímabundið, öll tæki og 12 tiltæk. Ég er með gott pláss sem auðvelt að þrífa og þú veist, það gerist ekki mikið þægilegra. Þessi valmöguleiki er bara mjög mikilvægur fyrir smáa framleiðslu af þessu tagi og hún er í rauninni grundvöllur þess að hún geti gengið. Það væri bara einfaldlega allt of kostnaðarsamt að alltaf bara kaupa allan búnað og standa undir rekstrarkostnaði. Ef maður ætlar að gera það, þá þarf framleiðslan að stækka og þar með er náttúrulega búið að kippa fótunum undan þessari hugmynd að vinna úr afgangsefni bara þegar það fellur til. Það er svo auðvitað alveg ýmislegt annað sem þarf að það er til dæmis þarf að finna út geymsluþol, hvaða umbúðir eru heppilegar, hvaða stærð af umbúðum, einmitt það þarf að reikna mikið og hvernig á markaðssetjuna. En það er líka alveg rosalega skemmtilegt þegar þetta kemur allt saman heim og saman og úr verður vara sem maður er ánægð með. Þarna eru 2 vörur frá mér í hillum Krónunnar einmitt. Þetta er partur af verkefni hjá samtökum smáframleiðenda matvæla, matarbúr Krónunnar og mínar vörur voru þarna ásamt vörum frá fleiri smáframleiðendum. Svo svona að lokum þá finnst mér samt líka gott að hugsa til þess að það má breyta svona upp að einhverju marki. Það er þó að varan sé komin og þú sért að framleiða hana svona nokkurn veginn eins, þá er allt í lagi að halda aðeins áfram að smurfusa og það má bæta uppskriftina aðeins ef maður fær hugmynd hvernig maður getur gert það og leyfa, þú veist, gera umbúðirnar betri, bara leyfa verkefninu aðeins að þróast. Það er líka nýsköpun. Að lokum þá langar mig bara að benda á smáframleiðenda bíl Bíópól. Þar er hægt að kaupa vörurnar. Það er bíll sem að keyrir Norðurland vestra og selur vörur frá smáframleiðendum. Og svo er áformað að matarkistan Skagafjörður verði með matarmarkaði í sumar, þar sem ég mun einnig vera. Og ég set svo þarna líka Facebook og Instagram aðgangana mína, ef einhver hefur áhuga. Takk fyrir Elínborg. Þetta var virkilega áhugaverð og skemmtileg kynning þrátt fyrir smá tæknilega örðugleika hérna hjá okkur. Já, ég vona að hafi heyrst eitthvað allavega. Já, þú dæst út annars lagið en ég held að við höfum nú alveg náð svona megin inntækinu og ég get votta fyrir það að gulrót og chutneyð er alveg geggjað. Ég kaupi það alltaf í vöru smiðinni, þannig ég mæli hiklaust með því. En þetta var svo áhugaverður punktur hjá þér, Elínborg, varðandi þetta að leyfa vörunni að þróast og ég get alveg ímyndað mér að það séu margir frumkvöðlar sem alltaf að bíða eftir því að varan verði fullkomin og umbúðirnar áður en að vörunni setja hana á markað. Já, sko, auðvitað þarf maður að vera ánægður með hana, en þú veist, ég held að góð vara geti samt alltaf orðið betri og það er bara alltaf að leyfa því, finnst mér, að vera þannig og þá getur þú bara, þú veist, kannski gera róttækar breytingar en ef þú ákveður að aðeins að minnka þetta bragð eða bæta hinu inn, skilurðu, þá þú ert með sömu vöruna en þú ert bara aðeins að besta hana. Akkurat. En ég þakka kærlega fyrir þessa kynningu, Elínborg. Ég held þú sért ennþá að deila skjánum. Já, afsakið. Ekkert mál. Svona, glæsilegt. Takk fyrir og gangi þér allt í haginn. Takk. En þá er komið að lokum hjá okkur í dag, en áður en ég kveð ykkur ætla ég að segja ykkur frá að hugmyndasamkeppninni hefur nú verið lokað, Hugmyndaþorpi Norðurland, og það bárust fullt af ótrúlega skemmtilegum hugmyndum sem að dómnefndin mun svo fara yfir og velja bestu hugmyndina. Við ætlum að kynna vinningshafana á morgun á heimasíðum samtakana ssnvatt.is og ssne.is en einnig hér á Facebook. Hugmyndaþorpið mun þó lifa áfram og þið getið farið þar inn og skoða hugmyndirnar
og séð þetta stóra kort sem að myndast. En þá þessari nýsköpunarviku lokið hjá okkur og við þökkum kærlega fyrir viðtökurnar og þökkum öllum þeim frábæru frumkvöðlum sem hafa komið til okkar og sagt frá verkefnum sínum. Takk fyrir og bless.